Já, þá erum við að vera klárir hér í síðari leik dagsins hér á KA TV. Já, sáum hérna áðan framvinna stórsigur í þriðjálki kalla í undanúrslit bikarkeppninnar. Nú er komið eins og að ungmennaliðum KA áfram í annar deild kalla. Fáum vonandi meiri spennuleik, það er alltaf mjög svipuð lið að spila aftur, mikið til sömu strákarnir. En Ágúst Stefánsson heiti ég, verði aftur með ykkur hér og á myndalinni Magnús Örn Bergþórsson og á grafíkinni er svo að vanda Stefán Jóhannsson og við erum klári í slaginn hérna. Eins og fáum vonandi meiri spennuleik. Kíkjum á lið gestana, eins og þetta er svipað lið og lék áðan. Í markinu eru þeir Arnór Daðason og Bjarki Árnason rétt eins og áðan og útileikmenn eru þeir Daniel Reynisson, Reynir Stefánsson, Kristján Stefánsson, Eiður Valdsson, Elí Traustason, Arthur Sævarsson, Tindur Ingólfsson og Kjartan Júlíusson. Og þjálfarar eru þeir Haraldur og Einar Örn. Einar Jónsson fyrir ekki Einar Örn, það er annar handboltakappi. En kíkjum á lið KA, það er rétt eins og framlagðarnir mjög svipað nema það bætast við tveir reynslu miklir kappar í markinu Vignir Orri Otri Elvarsson og útileikmenn Jónsteinn Þórsson, Sigþór Árni Heimisson, Steinþór Jóhansson, Ísak Óli Eggertsson, Ernir Ellertsson, Albjörn Leifsson, Dagur Árni Heimisson, Aron Orri Alfreðsson, Jóhann Bjarki Hauksson, Jens Bergþórsson, Hilmar Bjarki Gíslason, Magnús Dagur Jónatansson og Elvar Halldórsson. Já, frábært að sjá Sigþór Árna og Elvar Halldórsson aftur á vellinum. Er að aðstoða ungmennaliði hérna og það er gaman að sjá þá leika listi sínar á ný. Elli fyrir bara beint í byrjunarlið. Já, framararnir byrja með boltan. Eins og segi, þetta er afskaplega svipuð lið og spiluð áðan. Það verður náttúrulega einhverjar smá róteringar á mönnum. En ég held að þetta er nokkuð ljóst að KA-liðið, þeir eru klárir í að reyna að svara fyrir þetta bara bara slátrun sem var áðan. Ég veit ekki hvað maður að segja þennan leikmenn þess að þetta kom hann í svo óvart. En strákarnir, það er oft talað um að það sé gott að fá leik snemma eftir stórt tap til þess að svara fyrir sig. Það gerist ekkert mikið fyrr en þetta. Sjáum hvernig þetta fer. Framararnir í sókn. Já, brotið hérna á honum Tind. Það lék svona síðari hlutana á leiknum áðan. Kjartan Júlíusson er þess að mættur aftur inn á. Hann skoraði eitthvað 14 mörk þarna í leiknum áðan. Fekk svo að hvíla síðustu myndunar, þannig að hann getur kannski byrjað að þokkalum krafti. Hreitur þess að í stöngina og þarna vantar meiri barátt í mennan á frákastinu og framhaldin á boltanum á ný. Og já, ný sókn í gestunum. Býðum henni til fyrstu sókn KA-liðsins. Vá, þetta var ekki flókið. En endar í markinu hjá honum Reyni. Átti flottan leik á hann, skoraði 8 mörk úr 8 skotum. Hann ekki enn búinn að klikka skot í dag. Framararnir spila afskaflega framleikandi 5-1 vörn og kemur Elvar Nokkur Halldórsson með skot úr skrefinu. Þetta kannustu við sem hefur fylgst með handboltanum í KA undanfarin ár. Elvar Halldórsson með mark hérna í alternati 1-1 og kjölfarið kemur Kjartan á þetta, fær aukastið. 2 mínútur búnar að þessu og stefnir í aðeins rólegri leik, kannski eðlilega eins og segir. Flesti leikmenn að spila sinn annan leik bara á örskömmum tíma. Það er eðlilegt að þessi kannski alveg sami hraði og var í þessu áðan.
og þessi bolti endar í netinu. Kjartan heldur áfram sem frá var orðið. Góðan blaði þessu leik líka. Sissi kemur á strauginu og á milli 1 og 2 en verið í markinu Arnór og hvar endar þetta? Káa liða annar bolta. Þetta er smá tarratans, það er að Káa sem var innkastið. Þetta sem kannski vantaði meira á þann að menn kæmu á strauginu boltalausir eins og Sissi var að gera á þann hana. Sissi brotið á honum. Jói, frábær hreyfing hjá honum en Arnór verið í markinu, setur boltann fram og það lúrir hann Kristján Stefánsson og hann skorar. Já, fyrsta markið hans Kristjáns í leiknum. Elvar þetta er hann á Sissa sem er á miðjunni. Þessi flott hreyfing hjá honum og hann ættu að vera yfir til hægra megin en nýttum hann ekki vel og Elli fær aukast. Brotið á Ella. Höndin upp. Það er skot upp úr litlu og framvarðin er að refsa aftur. Já. Hratt upplöp og Daniel skorar. Daniel Reynisson. Fótur dæmdur hér. Sissi frábær hreyfing hjá honum. Stúningsfinta par excellence í gegn og skorar. Þetta höfum við líka séð nokkur sinnum. Það eru gömlu kallarnir sem er að skora mörkin hérna hjá ungmennaliði Káa. Jói fyrir þetta vasklega fram gegn honum Reyni. Það er eitthvað að stoppa leikinn hérna. Nei, eða bara ekki. Það fór einn blaksúlu festing upp úr gólfinu. Það er búið að laga það sem betur verð. Og svo endar þessi netinu frá honum Reyni. 5-2 framarðin að byrja það betur. Aðalbjörnir dauða frýr á línunni en nær ekki að grípa boltan. Og það er allt inni á framörunum. Já, Reynir kom með 3 mörk hérna helmingina mörkum gestana. Sex tvö. Sissi en finnur ekki línuna, boltinn fram og þessi endar í netinu. Já, Kristján aftur með mark úr hraðalöpi og þessi leikur er að stefna í svipað og áðan hérna stelur Kristján boltanum og skorar sjálfur. 8-2 og Káa tekur leikhlé. Já, hérna hér. Framararnir eru einfaldlega að keyra yfir okkur hér í dag. Hvort sem það er ungmennalið eða þriðlokkur. Og já, það er alltaf nokkuð ljóst að þetta er ekki okkar dagur í handboltanum.
Minnum á að núna klukkan 5 eftir korter þá byrjar leikur KA og FH í Lengjubikarnum í fótboltanum niður í Boga. Það er frítt inn en þið hafið áhuga að kíkja í Bogan. Annars er leikurinn í beinni á Stöð 2 Sport. Þannig að það er að gera að fylgjast með. Það er stórleikur í fótboltanum. Bæði lið unnu 2-0 sigra í fyrstu umferð Lengjubikarsins og ætla sér stóra hluti í sumar. Það verður vonandi spennandi leikur sem að verður í boði í Boganum. Svo minnum við alltaf aftur á bikar tvennuna á morgun hér í KA-milinu. Þessum KA Þór og KA fyrsta þess bæði að tryggja sér sæti í bikar úrslita helginni. Klukkan 2 tekur KA Þór á móti HK. Klukkan 4 tekur KA á móti Haukum. Þetta er vel gett að Sissi skora svo hérna. Töpuðu boltanum. En Sissi fljótur að stila tilbaka og skora þarna gott mark. Annað markið á Sissa og staðan 8-3. Kemur Kjartan með þessa fínu hreyfingu, sækir vítið. Já, kom þarna með fína skotfintu. Rykti svo tilbaka og fór á milli 1 og 2 og sækir þetta vítið. Reynir á punktinum og hann skorar. Kemur Sissi aftur inn á miðjuna, setur hann tilbaka á Elli á Sissa, Sissi með smá plás, reynir að finna hornið, gengur ekki. Hér er hérna af honum Kristjáni út af, KA heldur boltanum að sjálfsögðu. Sissi kemur á strauginu og sækir vítið, þeir bökkuðu allt og mikið undan Sissa og það endar í vítakasti. Já, Sigþór áræðinn að vanda. Virkilega skemmtilegu leikmaður Sissi. Lítið verið að spila handbolta síðustu ár. En hann kann þetta alveg ennþá heldur betur. Á punktinn fer Dagur Árni Heimisson. Klikkaði ekki vítið á þann. Og já, hann situr í stöngina núna. Frábærlega gert þarna hjá Reyni en þá kemur fyrsta varslan. Vignir Oddrið með góða vörslu á horninu. Þetta var fín yfirsýn hérna hjá Reyni. Opna hornið. Hérna fáum við aukastið. En já, 10 mínútur að verða búnar að þessu leik og framararnir eru ansi gott taka á þessu. Kemur Elvar með flotta sendingur í hornið og þarna verðum við að nýta hornafæri betur. Það var aðeins meiri opnun þarna heldur við nýttum okkur hana. Brott hjá Kjartani 9-3. KA ekki búið að skora núna í réttum úr 3 mínútur. Hvað endar þetta? Jæja, frákastið hjá Magga. Magnús Dagur Jónatansson. Það er svo bolta. Hérna töpu boltanum á móti og
Eiður keyrir upp, fyrir bara sjálfur og skorar. Virkilega öflugur strákur. Bara eiga góðan dag. Jói í gegn og þetta endur bara netinu. Já, komið svona strax í þarna, aðeins meira kæruleysi. Þá kemur Kjartan með skot sem hátt yfir og eiginlega hátt framhjá líka, eða langt framhjá. Sigþór finnur Hilmar á línunni, ekkert dæmt og Kjartan finnur þá bara Kristján hinum megin sem skorar. Sjö marka munur og já, ég var svona vonast til að við myndum fá betra svar frá KA-liðinu eftir leikinn á hann. Virðist ekki ætla að gerast. Maggi gegn sækir vítið, hárrétt. Sá hann að klúðuna með 1-2 og keyrði á þetta. Gerir þetta vel. Vítakast og þá er það Ernir Ellertsson sem fer að punktinn. En Arnór ver frá honum. Komið með 5 varðaboltan með rúmlega 50% vörslu. Varði lítið framan af leiknum áðan en sá að byrja þennan líka krafti. Já, þetta er skref, hárrétt. Káli kemur þetta í setjabyggina. Ok, áfram með smjöri. Og við þurfum að stilla upp í sókn hérna. Gerum við skiptingu. Jens Bergþórsson inn á línuna. Kemur Sissi, finnur Jens og Jens á línunni. Nei, Arnór ver frá honum enn eitt. Varði bolti frá honum. Hann á eins að slaka sendingu fram. Þannig að endar í hjá KA-liðinu. Sissi keyrir á þetta. Losar í staðinn að setja hægra megin. Þá missuðu boltan hann. Það var ólíkt Sissa. Kjartan upp. Það var fríkastið. Fín vörn hjá Hilmari. Fyrir alveg að verða hálnaður. Og þessi tempóið töluvert lægra í þessum leikandurum leiknum áðan. En breytir því ekki að framaðarnir eru í góðri stöðu. Þetta skot svo hins vegar frá honum Arnþóri framhjá. Það skall í stönginni og fór svo framhjá. Magnús. Hann stöðvar hérna. Sissi.
Já, það er svo sem alveg að gefa 2 hérna. Klálega allavega hreyfing á fætinum hérna. En áfram veist mér Sissi með skotið í litlu jafnvægi. Fær fríkastið. Við koma ansi uttalega áfram á miðjuna hjá okkur. Þetta er Daniel fremstan í blokki. Kemur svo Sissi með þetta skota. Skulum bara segja þetta var að gólfinu. Þurftum eiginlega svona aðeins að lyfta sér upp til þess að ná yfir vörnina. Gerir þetta vel Sissi. Ekki svo hæsti í loftinu en ótrúlega skemmtilegur handboltamaður. Já, Hilmar að spila frábæra vörnina. Sjáum að Arþór er að keyra á hann trekk í trekk en Hilmar er bara einfaldlega klár. Höndin væntanlega að koma upp. Já, þannig kemur hún upp. Og frá. Þetta Ég er bara að sjá þetta aftur, mér allavega fannst þetta ekki í fljótu bragði vera 2 mínútur en lítið að vera að Jói hafi slegið hérna í andlit á honum Eli og framarandi fá því nýja sókn og þeir eru manni fleiri. Opna hornið og Kristján í gegn og setur hann í stöngin inn. Já, Kristján Stefánsson kom með 4 mörk í þessum leik. Var einnig öflugur í leiknum áðan. Elvar Halldórsson komið núna hægra megin hjá okkur. Boltinn inn á línuna, vil geta Sissa en Jens nær ekki að nýta sér þetta. Og ja, þeir ná að leysa þetta, Kjartan er í hornið og Eiður frábælega klárað upp í skeitin fjær. Eiður Valsson heldur áfram að nýta færi vel, komið 3 af 3 í þessum leik. Það var ekki með einhver 6 af 6 í síðasta leik. Sissi reynir að opna hornið, gengur ekki. Maggi með tölvuplás, reynir að línu, gengur ekki og það er enginn í markinu og þetta er eins auðvitað og gerist. Reynir nokkur Stefánsson yfir allan völlinn. Hann er komið 5 mörk í leiknum. 3 mörk í röð hjá Fram og þeir heldur betur búin að nýta liðspunninu vel. En Brotturssoninn búinn núna káfa með fullskipa lið. Og 2 á Magga en Framarðir eru bara einfallega að spila virkilega góðan leik og káfaliði bara rétt eins og hann hefur lítið að svörum. Elli með skot af hávörnina og hendar í lúkunum á Kjartani. Kjartan kemur svo hérna á strauginu, opnar hornið, Eiður fer inn en núna sér Vignir við honum. Fyrsta klikki á Eiði. Gott að ekki bara fyrsta klikki hans í dag, ég held það allavega. Og já, hetjuleg parata þarna hjá honum Daniel.
en nær ekki að halda boltanum inn á vellinum og KR fær innkastið. Kemur Sissi, setur boltan tilbaka. Sissi sem er slagt skot. Það er fínt hreyfanleiki á vörn Framarana. Við finnum bara litlar opnanir. Men þeir eru fljótir að refsa. En dæmd lína, það sleppum við skrekkinn. Dæmd lína á Daniel Reynisson. Og þá róum við þetta og stillum aftur upp. Leið tilbaka á Magnús sem er á miðjunni. Jæja, opnum hornið og aftur er Arnór að verja vel í horninu. Hinum megin fær Kjartan aukastið. Já, þetta er fín vörn. Þetta skot hins var slagt og við getum þá lagað stöðuna aðeins. En eins og áðan þá erum við bara einfallega ekki nógu beittir sóknarlega og þessi framlíkandi vörn Framarana að valda okkur miklu vandræðum. Þessi var vel spilað en enn er Arnór að verja. Það er þannig þegar við fáum færin þá er Arnór að verja vel. Spurning með ruðningin hérna en áfram með leikinn. Brotið svo á Eið 7 mínútur eftir að þessum fyrri áleik. Já, Hilmar kemur þetta áræðan tíma inn í þetta. Maggi keyrir upp og ekkert dæmt. Þetta finnst mér afskaplega furðulegu dómur. Og hinum megin svo er dæmt aukast hérna og 2 mínútna brottvísun. Eða ótrúlega að hafi sleppt þessu hérna hinum megin að fyrir Maggi er í hraðalöpi, það sé ekki eins og aukast. En hinum megin 2 brottvísun á Jóhann Bjarka. Hans önnur brottvísun í leiknum, hann fikk líka 2 í síðasta leik. Nei, það ná ekki að opna hornið. Þeir hikuðu aðeins þarna í steinbrununni og þá var færi farið og þessi bolti endar í markinu. Já, Kjartan Júlíusson fær þetta mark. Það var Vignir eiginlega búinn að verja boltan en hann lag einhvern veginn í netið. Brotið svo á Magga henni í kjölfarið en já,
10 marka munur komin hérna Káa lið manni færri. Sissi, slög sending hérna, Ingi í markinu og þessi endar sjálfsögðu í netinu. Auðvelt fyrir hann Daniel að klára þetta. 5 mörk í röð hjá Fram. Og já, þetta full andlaust hjá okkur í dag. Því miður ekki nægilega gott hjá okkur hjá fótboltanum í dag. Hann vonandi að fótboltinn standi sig gegn FH. Sá leikur nýhafinn á Stöð 2 Sport fyrir það sem að og fylgjast með því. Sigþór Árni heldur hérna hnéð og þetta sé ekki alvarlegt. Það er alltaf ekkert æstur í að reyna að stíga í löppina. Ég líst ekki vel á þetta. Já, vonum að þetta sé ekki alvarlegt en þetta lítur ekki vel út. Já, Sissi Borin hérna að velli, klappa fyrir honum og vel gert hjá Frömmurum að aðstoða okkur hérna við að líta á Sissa og byrja hann út. En já, þetta afskaplega leiðilegt að sjá og Sissi frábær drengur sem er komin aftur í handboltan til þess að aðstoða ungmennaliðið. Og þetta er ennþá meira svekkjandi að lenda í meiðslum. Sigþór Árni aðstoðar þjálfari hjá Káa Þór. Og Andri Snær sem alltaf aðþjálfari liðsins, hann mættur að kíkja á félaga sinn. En í leikurinn hafinn að nýju hérna. Þetta skot frá Elvari varði hávörðinni og ja, skotni fljótt tilbaka og við náum að loka á þetta. Styttist í hálfleik hérna og menn eru svona hálf í losti eftir þetta með Sissa. Vonum þetta sé ekki alvarlegt, hann liggur eðlilega áfram og það er hugað á honum. Opna hornið og Eiður setur hann eitthvað nær. Vignir aðeins of mikið frá stönginni og Eiður að skora enn og aftur á nærstöngina. Þetta sleppum við skrekkin, höldum boltanum 3 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Káa ekki búið að skora í 11 mínútur núna, Framararnir með 6 mörk á sama tíma.
Elli með pláss en hann bakkar út úr þessu smá vandræðum hérna. Elli þeir bara alltaf upp sjálfur. Arnór ver frá honum og Elli brýtur svo í kjölfarið. Arnór í gegn, vítakast og Jói sleppur með skrekkin þarna, engar 2 mínútur. Já, hann eftir að flækja þetta. Reynir Stefánsson skorar úr vítinu af miklu öryggi. Hann eftir að feika neitt, hann bara skoti strax eftir flautið. 1,5 eftir af þessum fyrri hálfleik. Framararnir eru að sækja annan stóran sigur hér í KM í dag. Kemur Jói og sér að ná Magga og Maggi kemur þetta á ferðinni og skorar. Þetta var vel gert. Þetta er nákvæmlega sem við þurfum að gera. Já, það kom að því þetta endur skref. Arnór búinn að vera svona á jaðrinu við að taka, hann er svona svolítið í 4. skrifinu. Þarna er skref dæmd á hann. Lokamínútan gengin í garð hér. Náum að laga stöðuna aðeins fyrir hlið. Kemur Jói tilbaka og Elli upp og þetta gerir hann vel. Skýtur þetta með frá hávörðinni og skorar 7. mark KA. Þarna er tapabolti á framurunum. Þeir voru með 1 tapabolti leiknum á hann. Þeir eru orðnir fleiri núna. Það er einhver að taka skarið 10 sekúndur eftir að þessum fyrri hálfleik. Maggi lappar í gegn og skorar. Þetta gerir hann vel. Og þá taka Framararnir leikhlé 6 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Já, 6 sekúndur eftir að þessum fyrri hálfleik þegar Framararnir taka leikhlé. Sjáum hvað Haraldur Þorvarðarsson hendir í hérna. Já, koma smá lífi í þetta aftur. Það voru svona frekar dögt yfir þessu. En KA-liðið kom með 3 mörk í röð eftir hérna slæma kafla. Jæja, rektu þessu og því að hálfleikstölur eru KA 8, Fram 18 hérna í uppgjöri þessara ungmennaliða félagana í annar deild karla. Já, held ég leifum tölfræðinni bara að rúlla í hléinu. Komum svo ferskinn seinna á leikinn.
Já, þá erum við að vera klárið í seinni hálfleikinn. 10 marka munur. Framararnir eiga góðan dag í K-milinu. Vonum að strákarnir okkar nái að svara aðeins fyrir sig í seinni og laga stöðuna aðeins. En já, Sigþór Árni Himminsson eitthvað slink á hnýið þarna áðan og hann er á leiðinni bara sjúkrahús í smá check og það sé ekki of alvarlegt og sendum allar bestu kveðjur á okkar mann. Hann var alltaf frábært að sjá hann aftur á vellinum. Gerði 3 mörk af þessum 8 mörkum sem Káa gerði í fyrri hálfleik, þannig að það er skara fyrir skildi í sóknarleiknum hjá okkur. Kemur Jói, fín hreyfing hjá honum og hann skorar. 2-5 og skotið gott. Kjartan, já, hann er eiginlega keyrir þarna tilbaka. Það voru í yfirtölu vinstra megin. Það er að koma boltanum áfram í stimpluninni. Þetta er auðvelt hjá gestunum. Tindur Ingólfsson kominn á blað. Gerði held ég 1 mark í líki sísta leik. Stendur ruðningur hérna Ísak Óla. Já, það kemur góðu bolti hérna hjá honum Vigni. En Kristján er eitthvað það ætlaði sér ekki bara krampi hjá honum. Það búið að mæða mikið á honum og hlaupa í dag á skömmum tíma, þannig að þetta er vonandi bara krampi og smá aðeins að liðkan til, það er vonandi nóg. Nei, hann finnir ennþá til. Þetta er ekki þægilegt að lendi í þegar að fá krampa. Það vonandi ná að vera tegja næst til, en hann geti allavega rölt út af. Það getur svakalega margir á bekknum hjá Fram. En þú spilir ekkert mikið í gegnum krampa. Það kemur hérna að velli og þá er rauninni bara 1 útileikmaður eftir á bekknum hjá Fram. Sjáum hvað við gerum hérna. Ísak Óli á Elvar og Jói tilbaka. Sendingin erfið. Ísak niður í hornið á Aron. Aron er í öfugu horni. En þetta gera frábærlega. Kringla sig hana alveg upp á 10 og setur hann upp í fjær. Já. Það er viss list að vera réttendur í hægra horninu og þetta gerir Aron vel. Boltinn fram á Jónstein. Jónstein í hraðhlaupinu og skorar. Já. Þetta er vel gert. Jónstein Þórsson kominn á blað. Skora þarna félagarnir þeir Aron og Jónstein. Skömmum tíma. Og 2 mörk í röð hjá Káa. 8 marka munur. Kjartan losar hann og þetta er full einfalt en á sama tíma vel gert hjá Reyni. Ísak á Aron sem kemur hérna upp úr höfuðmiðjunni, leysir en frábær varsla hjá honum Bjarki í markinu sem er komin í markið. Og brotur svo að marka.
Og hér boltinn svo dæmdur af Ísak. Boltinn fram og Eiður í hraðalöpunu. En þetta var vel gert. Vignir með flotta vörslu. Já. Eiður komið núna gáði 2 klikk á skömmun tíma. Var fram að því búin að vera 100% í dag. Jói tilbaka á Ísak. Ísak, já, vel gert, en Elvar missir valda bolta, en það kemur ekki að sök og hann skorar. Ég ætla að segja að þarna væri Sensin farinn eftir að boltan búið ganga vel að milli. En Elli náði valda bolta endanum og skorar. Og þetta ekki flókið. Kjartan Júlíusson. 14 mörk frá honum í leiknum að hann komið 3 hér. Kemur Elli aftur Ingrid á móti og það endar í netinu að sjálfsögðu. Elvar Halldórsson. Og er að mæta svona skittu. Fyrir leikmaður Hamarana. Elli. Eins og ansi margir frábæri leikmenn. Og alveg þetta fullera það. Elli nýtir sem best í gula búningnum. Já. Fít hreyfanleika káarði núna. Við erum smá vandræði höndi komin upp. Þetta er allt annað. En það vantar herslumuninn og Reynir lyftir sér upp og skorar. Hann er komið 8 mörk hérna. Er að fara fyrir gestunum í þessum leik. Það sé hvað, markum með 16 honum í dag. Elli á Jói á Ísaksson kominn núna hægra megin. Nei, þetta var fyrir ofan hné, þetta var ekki fótur. Kemur Elvar Halldórsson, en frábær varsla þarna hjá Bjarka í markinu. Og fín sending inn á línuna og þar er Daniel Reynisson. Réttum stað, hans 3. mark í leiknum. Kemur sem aftur í 10 mörk, 13-23. Og þessi vonar glæta sem kominn á hana. Við erum kannski aðeins að hleypa lífið í það er heila farin aftur. Með Ísak. Kemur boltanum ekki inn á línuna. Kjartan með að stela sem bolta. Já, aukastið. Sjálfsögðu niðurstaðan. Þessi bolti bara framhjá. Maggi, já, fær aukastið, lengi að flauta þarna en aukastið sjálfsögðu rétt ákvörðun þarna. Ísak
á Ella og Elli hérna á Jóa. Jóa með mikið pláss en skotið af vörninni og þessi bolti deyr bara í teignum. Þannig að þetta enda bara hjá framrönnum. Jæja, aðeins frákastið er hjá honum Arnþóri og Arnþór. Jæja, mikið darratan sem þetta er vantilega vítakastið, já. Já, hérna hér. Eins og úrslitin svona í rauninni ráðin. Það fyrir svolítið síðan, þannig að þetta er svona orðið hálf kærulaust. En frábær varsla Vignir Otri. Þetta var alvöru varsla. Við erum vítakastið hérna frábærlega. 20 mínútur rétt rúmar eftir af þessu. Ja, brotið á Magga. Já, þeir eru að standa vörnina fínt hérna framararnir. Maggi í gegn og þetta er víti, fer að harðfylgi hérna. Þetta gerða vel. Og Jónsteinn á punktinn. Já, skorar, gerða vel. Kemur Kjartan á þetta, brotið á honum. Þetta er eins og svo oft áður. Allt of auðvelt. Reynir Stefánsson lappar í gegn og skorar nýta markið. Við erum að standa á vörninu oft. Alveg freka vel. En vantar að klára þetta fullu krafti. En þetta gerir Maggi vel. Magnús Dagur Jónatansson kemur sér gegn og minkar aftur í 9. Eiður, já, frábær varsla. Vignir sér við Eið. Sjáum það. Eiður er mennskur. Hann getur alveg klikkað eins og aðrir en þetta er frábærlega gert hjá honum Reyni. Hann haldur hann engin bönd hérna. Komið með 10 kvikindi. Þetta átt að skref. Eli, reynir að koma boltanum inn á línuna. Aukast í dæmt. Þetta er svona orðið hálf förðulega leikur. Úrslitin ráðin voru það í landsi snemma. Þetta er vel gert, virkilega vel gert. Við finna Daniel á línunni og Daniel skorar. Það var niður í hornið og Arnir Aron ekki alveg nógu vakandi. Það verður ekkert úr þessu. Fín yfirsýn hjá Ella. Það var svo boltan í kjölfarið. Og
en eru þeir að finna Daniel á línunni. Tólf markamunur, 5 mörk hjá Daniel í dag, eða í þessum leik. Það eru fleiri í dag. Ísak Óli, nei, bara vel varið. Já, þetta eins og segi erfiðu dagur hjá KM-unum hér í handboltanum. 13 marka munur, síðari hálfleikurinn að verða hálfnaður. Elvar Halldórsson, nei, þessi bolti fer út af. Já, ágætlega spilað og nú nær Eiður að skora aftur. Hans 5. mark í þessum leik. Já, minnum aftur á leik KA og FH í Lengjubikarnum sem er í bóðanum núna í beinni á Stöð 2 Sport. Já, Elvar Halldórsson heldur alltaf áfram, gera hann vel. Nei, náðu ekki átt á hornið. Já, fer hann bara vill þá 2 í staðinn að Arthur. Og hann er komið þá með 2 mörk í leiknum. Boltinn dæmdur að KA-liðinu niður með enn og aftur með allt og maður tapaði boltanum því 16 tapaði boltinn í þessum leik. Já, en ég segi minni aftur á, enn og aftur á stóru leikina á morgun á KA Þór og KA í 8 ljósliðum Coca-Cola-bikarsins. Klukkan 2 tekur KA Þór á móti HK. Klukkan 4 tekur KA á móti Haukum, kallamegin. Hvetjum alla sem geta til að mæta í KA-milið. Skiptir öllu máli að fá stuðning í stúkuna. En ef þið komist ekki verða báðir leikir í beinni á RÚV 2. En ef það er einhver möguleiki að vera í KA-milinu þá bara vinsamlegast mætið. En já, þetta eins og segi er ráðið hérna í KA-milinu 12 marka munur gestunum í vel. Þá tekur Haraldur Þorvarðarson þjálfari fram leikhlé.
Já, við sjáum hérna markaskorurina Elvar Halldórsson og Sigþór Árni markahæstir hjá KA-liðinu. Gömlu brýnin sendum áfram bestu kveðjur á Sigþór Árna að komuna í sjúkrahús eftir hnémeiðsli hérna í fyrri hálfleik. Á gestunum Reynir Stefánsson markahæstur með 10 mörk. Eiður og Daniel báði með 5. En þetta leiklið búið. Halli aðeins að lesa yfir strákunum. Kannilega fá áfram eitthvað út úr þessu leik. Þetta er hann Rauðning. Elli. Já, fýtt bolti á Ísak og það fríkastið. Það vel gett hjá Elvari hérna. Og Ísak gat valið að fara með 1-2 eða setja hann í hornið, fór sjálfur og fekk fríkastið. Ísak, fín hreyfing hjá honum, reyna að finna línuna, gengur ekki. Setur fóti fyrir boltan en þetta ekki fyrst skiptið það sem sleppa brottvísun fyrir það. Ísak, þetta gerir hann þess að mjög vel. Stefán Árnason búinn að fá nóg, það búinn að vera svona nokkri dómar sem að fara aðeins í hann, hann fær gult spjald. Smá pirringur komin upp í menn en þessi dagur ekki verið eins og menn ætluðu sér en svo sem alveg til í sig á steppa hann að mætti alveg dæma þarmiður að menn setja fótinn fyrir boltan en áfram með smjörið fram markmanni boltan 11 mörkum yfir 11 mínútur tæpar til leiksloka, frábær hreyfing hjá Eli, hittir ekki markið eins og það er ekki dæmt en áfram bara heldur leikurinn, Gáli kemur hérna Eli, já, lappar í gegn og skorar. Já. Það var vel gert. Tókum við bara setjabylgjuna á fullum krafti og fengum ódýrt mark, 4 mörk í rauða KA-liðinu. Framar er ekki búinn að skora núna, ég verða 4 mínútur. Kjartan eins og svo oft áður í dag kemur með einfalda fintu, smígur sér á milli og skorar. Því sem búin að vera tiltöðar rólegir í þessum leik, komum 4 mörk. Það fór gjörsamlega hamförum í leiknum áðan. Kemur Aron aftur, hann að gera vel í herraðinu. Setur hann alltaf undir hann Bjarka í markinu. Já. Alltaf gaman að þeirra menn, þeirra réttindi menn geta leist hægra hornið. Það er mikil kúnst. En enn og aftur er Kjartan bara auðveldlega með þetta. Hann klikkar eins og það er skotinu og svo er það hann Vignir Ótrið sem skorar sitt fyrsta mark í leiknum. Já, fyrsta mark í dag. Gaman að hann komst á blaði líka. Vignir með einhverja 9 varða bolta í þessum leik. Það var með 4 leiknum áðan. Núna skorar Kjartan. Já, þetta er vel gert, Jens skoraði hérna.
Já, búin að fá núna 2 mörk í auttmarki eftir að Framararnir byrjaði að spila aukamann í sókninni. Já, þetta er ekki voðalega flókið hjá hann Reyni. Komið með 11 mörk og eins og þarna þarf hann bara að klára brotið, stekkur upp eða bara ofan í vörnina og fær svo bara einhvern veginn aftur tækifæri á að skjóta. Þetta er svo sem kannski bara segir allt sem segja þar spilum sem KA í dag, því miður ekki búið að vera nægilega góð. Og þarna var einn bolti hjá honum Bjarka. Og Vignis svarar hinum megin. Kemur Ernir. Frábær varsla hérna hjá Bjarka, nýkomin aftur í markið. Fljótur að svara fyrir sig hérna og við erum frá Erni. Já, það er bara þannig, þau eru ekki verið okkar dagur í dag. Framararnir eins og það bara frábærir. Já, Jensen er að stoppa hérna. Jensen var smá tæpur aftur hérna og næja, þetta stendur, skora Tindur. Hans annað mark í leiknum, jú. Og tapaði boltinn fram hérna. Arnþór í gegn og skorar. Tólf markamunur, 6 mínútur eftir að þessu og næja, Framararnir einfaldlega bara sterkar í dag, það verður bara viðkennast. Annað tap KA á tímabilinu að verða staðreind. Það er búin að vera flottir í vetur, það er að segja ungmennaliðið okkar. En þurfa að sætta sig við tap hér í dag. Maggi í gegn, sækir vítið, frábærlega gert hjá honum, sá hann að glufuna að kerða á þetta. Ef ég man rétt þá hafa Framararnir tapað 2 leikjum í vetur og gert 1 jafntefli, þannig að við erum ennþá með færri töpuð stig. En vissulega virkilega sterkur sigur hjá Fram hér fyrir norðan. Jón Steinn. Það er frá honum. Þetta skot víðsfjarri. Eins og ég segi, þetta er þessi leikur komin upp í svona hálfgert kæruleysi. Enda úrslitin ráðin. Kemur Ísak með þetta skot, hátt yfir. Þetta endar í netinu. Og frábær varsla svo hérna hjá Bjarka. Það ætlaði Aron að refsa strax. En þessi varsla virkilega öflug. Sá er búinn að eiga fína innkomu þegar hann tók við af honum Arnóri. Komið 6 varða bolta. 33% varsla, það er bara mjög fínt. Og hérna skorar hann Arnþór. Kemur þessi 14 marka mun. Framararnir komið með 5 mörk í röð og er að strá salt í sárin. Kemur Ísak.
finna hornið, gengur ekki en fáum að sjálfsögðu innkastið. Komnar 5 mínútur frá því skoruðum síðast mark. Ísak á Elvar. Elli setur inn stöngina, frákastið hjá gestunum. Kjartan opnar hornið, Eiður inn og aftur hann að klára snirtilega. Setur hann einfaldlega laust yfir hausinn á honum Vigni í markinu. Já, það þekkjum við. Elli Hallsbergs á gólfinu. Þetta skot framhjá frá Illi. Elli upp og þessi í netinu. Já. Elvar Halldórsson komið með 8 mörk. Já, hann myndi koma eftir í lag hjá okkur við því hversu lengi þetta varði. Þýðist afsökunar þessu. Fjórtán marka munur. Liðin á að laga þetta örlítið fyrir boltinn undir ákvörð. Nei, við náum ekkert að laga þetta. Framandi að fá loka sóknina. Og Kjartan með skotið af vörninni, það fær framhjá. Framandi að fá hotkast. Það var smá tíma í viðbót, endar ekki. Elvar Halldórsson með skotið allan völlin. Skorar! Já. Minkar þetta í 13 mörk með sínu 9. marki. Og lokatölur því 26-39 sigur ungmennilegs Fram. Sannfærandi Framarar í dag, 8 heldur betur skilið. En ég heldur fyrir bara að setja gott í dag. Ágúst Stefánsson þakka kærlega fyrir sig. Magnús Örn Bergþórsson á myndavélinni þakka mér kærlega fyrir sitt framlag og Stefán Jónsson á tölfræðinni. En já, ég heldur fyrir bara að setja gott. Þakkum kærlega fyrir árið og minnum aftur á handboltaveisluna á morgun. Kl. 2 KA Þór HK og kl. 4 KA Haukar hér í Kámlinu. Annars takk fyrir okkur, bless.